Erum búin að sjá það hvernig við getum verið með eitthvað ákveðin vef sem með eitthvað ákveðin útliti, með eitthvað ákveðin virkni sem við erum að gera sjálf, getum ítt á einhverja takka og breytt því sem við erum að nota. En svo kemur upp spurningi hvað ef við viljum sækja eitthvað nýtt. Það eitthvað á þessum vef hér eða einhvers staðar á bakendanum eða á vefþjónunum einhvers staðar eru eitthvað gögn og við viljum geta sótt þau, kannski ítti á takka og þá gerist eitthvað sem að hefur samskipti út fyrir forritið sem við erum búin að smíða og kemur með það inn og gerir eitthvað við það. Og þá svona áður við fyrir að skoða það og svona bara skilgreinum við hérna formlega og förum við hvað JSON sem þetta JavaScript Object Notation sem létt gagnaformat sem auðvelt að lesa bæði fyrir menn og vélar og byggir á mjög almennum gagnastruktúrum sem sagt svona key value pörum, heiti gildi sem getur verið kallað object dictionary, hash table og svo framvegis og til í langflestum forritunarmálum og röðum listum sem þá array eða sem við kallað vektor líka og það sem sagt JSON byggir sér á JavaScript hlutum með þeim svona meira strikt að allir lyklar verða að vera strengir og það út af því að það eru frátekin orð sem við getum annars klikkað á. Við viljum ekki bara JSON megi ekki nota class eða debugger eða for sem lyklanöfna því það eru í þessu forritunarmáli frátekin orð. Þess vegna þurfum við að vera með það sem strengi og strengirnir verða að vera skilgreindir með gæsalöppum en ekki útfellingakomu og það búið að takmarka tölurnar, til dæmis hexform ekki leyft og það búið að takmarka típurnar. Þannig að það má ekki senda undefined eða regular expression yfir setja það inn í JSON. Þannig að þá fáum við eitthvað svona sem mjög svipað bara svona JavaScript hlutum eins og við prentum út í konsólinu nema að við sjáum bara allt innan gæsalappa, allir lyklandi líka en svo erum við með true sem ekki og töluna 25 sem ekki innan gæsalappa og þá það út af því að það tala og þá væri strengurinn 25 sem innan gæsalappa væri þá strengurinn en ekki tala. Þannig við náum þeim mun með JSON. Við erum með gögn inn í address. Já, þannig að í verkefni 3 þá gaf við svona tillögu að því hvernig væri hægt að geyma þetta og þá var í raun að nýta það að við getum búið til á þessum entries hlut búið bara til stack sem væri þá með fylki en ekki eins og með hlut inni sem þá bara fylki sem með 0 eða fleiri replies og það sem að reply þá name og eitthvað text. Þannig getum við verið að nota það að JavaScript leyfir okkur bara að setja á hluti bara eitthvað eigindi sem á sér hlut, sem á sér eitthvað eigindi, sem á sér eitthvað hlut, sem á sér eitthvað eigindi, sem á sér fylki og það bara þetta getur verið alveg mjög djúpt. En svo þetta til JSON útfærslu, þetta forritasöfn í langflestum, það í öllum öfrum, þetta skilgreint núna í ECMAScript staðlinum og það í Node og það í öllum forritunarmálum, þetta inn í C#, í Python, þú getur fundið allstaðar forritasöfn sem vinna með JSON og það mjög einfalt það sem við erum búin að sjá. Það eru tvö föll sem það útfæra, það stringify sem tekur eitthvað gagnahlut í því forritunarmál sem við erum með og breytir honum yfir í svona JSON streng og svo öfugt. Tekur eitthvað svona JSON streng og breytir honum yfir í gagnahlutin í þá viðeigandi forritunarmáli. Og á json.org svona BNF skilgreining á þessu máli, mjög einfalt og svo bara fyrir flest forritunarmál einhver, ef ekki bara mjög margir pakkar eða library sem að útfæra JSON virkni. Ok, svo annað hugtak sem kannski ekki alveg vel skilgreint og JSON en það Ajax og það stendur sér fyrir eða stóð fyrir upprunalega Asynchronous JavaScript and XML og þetta var skilgreint 2005 í grein sem birtist skrifað Jesse James Garrett Ajax, a new approach to web applications en síðan svona í seinni tíð þegar XML svona búið að
dett út og við erum komin meira með JSON, þá í raun bara þetta Ajax með þá bara Ajax með stóru A og svo litlu stöðum, svona bara þetta hugtak að sækja gögn ósamfasa eða asynchronously og koma í veg fyrir að hlaða allri síðunni aftur. Þannig að þetta var alveg svona paradigm shift þegar að það þurfti ekki alltaf þegar þú varst að vinna með vefinn og gera einhverja aðgerð að þú veist, fara á bakendan, fá þú veist, hvíta síðu, bíða eftir nýja síðan myndi hlaða og koma með nýju gögnum. Þetta gastu bara ítt að taka og sótt uppfært bara eitthvað eitt ákveðið box eða bætt við einhverjum nýjum gögnum án þess að vera að hlaða allri síðunni aftur. Þannig að þetta var svona classic mode hérna, þess að varst með klientinn, svo gerur request yfir á vefþjóninn, gegnum HTTP og svo fékkst eitthvað svar. Og hérna var komið eitthvað svona Ajax engine sem að gerði JavaScript kall inn í þetta engine sem gerði þá HTTP kallið og fékk tilbaka gögnin sem síðan bætti því við inn í síðuna. Og þetta fáum við með því að nota í dag XML HTTP request hlutinn sem var skilgreindur í Internet Explorer 5, þannig að ég má eiga það og hann virkar þannig að við útbúum einhverja beiðni sem er svona HTTP beiðni, við höfum eftir að sjá síðan þegar við förum í HTTP í þar næstu viku hvernig það virkar, en svona, þú veist, við búum bara til eitthvað request og sendum hann á einhvern vefþjón og svo fáum við einhverja atburði, skráum bara svona event handlera, þannig að við fáum það, þetta er búið, þessi beiðni er búið að senda hana eða þegar einhver vill að koma upp og þá getum við brugðist við hvað gerist. Og við erum alltaf að fara að sækja þetta yfir eitthvað net, þannig að við þurfum að hafa í huga að það gerist ekki strax, það getur verið einhver bið eftir því, þannig að við þurfum að hafa einhverja fallback sem hérna styður það hjá okkur. Þannig að svona lítur þetta út, mjög góð, svona slumma af kóða hérna, en við byrjum alltaf á því hérna að búa sér til tilvik af þessum XHTML HTTP request hlut, svo köllum við falla á honum sem segir við ætlum að opna með get aðgerðinni einhverja slóð og hérna er true, ég man ekki einu sinni hvað þetta var. Þetta er að þetta sé gert asynchronously. Asynchronously, þetta blokkar ekki, þannig að við erum ekki, við gerum þessa aðgerð og það er ekki, forritið okkar er ekki að bíða. Þetta er bara sett hérna, bara vafrinn tekur þetta, keyrir þetta í einhverjum öðrum þræði og skilar okkur svo tilbaka þegar þetta er komið. Þannig að þá fáum við hérna eitthvað onload, þegar þetta er búið að hlaða þessu inn, þá fáum við hérna status og við athugum hérna hvort að statusin sé 200 eða 300, HTTP statusin, við erum eftir að sjá hvað þýðir, og annars er einhver villa og svo getum við verið með hérna on error handler sem keyrir þá eitthvað kom upp á við það að gera þessa beiðni og svo sendum við requesti hérna. Þannig við búum til nýjan hlut, hengjum á hann hérna hvað ætlum að opna, hvað ætlum að gera þegar eitthvað gerist og svo sendum við það. Síðan getum við lent í því að við erum að vinna með eitthvað og við erum að fara að sækja einhverja hluti einhvers staðar frá og þá er svona öryggis fítus sem heitir same origin að það er same origin policy sem segir til að megi bara hlaða gögnum frá annarri það megi ekki hlaða gögnum frá annarri síðu nema protocol, port og host sé það sama. Þannig að við erum með á þessari síðu þá megum við sækja eitthvað á eitthvað sem er með sama protocol HTTPS á sama host, á sama porti, það er hérna port 80 sem er sjálfgefið á vefnum, en við mættum ekki sækja hérna til dæmis á bar.example.org, af því þá erum við ekki á sama host, þannig að þá er verið að koma í veg fyrir að við séum að lesa einhver gögn sem við ættum ekki að geta lesið. En við megum þó vísa JavaScript, CSS myndir, en ekki beint í gögnin. Og svo fáum við svona Cross-Origin Resource Sharing sem er CORS sem er í raun leið til það að aflétta þessu Same Origin Policy og segja hey, ég er til í það að leyfa þessum og þessum eða bara öllum að sækja gögn til mín. Og þá gerum við með svona headerum í HTTP og þá er hérna eins og hérna Access Control, Allow Origin og eitthvað ákveðið eða bara stjarna, það með að allir sækja eitthvað. Þannig að þegar þið farið að vinna með svona þetta og þegar prófa að gera þetta á bara ekki á vefþjón, þetta bara á fæl eins og ég er hérna á fæl eitthvað, þá getum við lent í að fá same origin villu. Svo erum við með JSON-P
sem JSON with padding, sem var í raun þegar þetta kom upp, þá fór fólk að finna einhverja leið til að hakka sig fram með þessu. Og það var það í raun að nýta það að við megum sækja JavaScript á milli origina. Og þá gerðu þau það og búa bara til svona skrift tag dynamíst og setja svona padding fall sem taka JSON-gögnin sem færibreytu. Þannig að við skilum þessu svona, þannig að við segjum hérna, hey, result til í global scope hjá okkur og ég loada þessu með einhverjum gögnum og hey, result til og fær þá gögnin og getur gert eitthvað við þetta. En þetta svona, þetta hack og ættum ekki að nota þetta. En það einhverjir sem maður getur rekist á þetta. En svo í framtíðinni erum við að fara að fá fetch sem nýtt API til að eiga samskipti og það alveg að vera notað, það svona í 60-70% almennri útbreiðslu, en það til Polyfill frá GitHub, þannig að við getum byrjað að nota þetta í dag og þetta mun auðveldri API sem notar svona promises sem við erum líka að fara að skoða og þá verður, ef við skoðum munum eftir dæminu sem var áðan, þá verður þetta svona töluvert læsilegra að þetta eitthvað my request sem við búum til og svo fáum við svona promise API sem notar þetta then og svo cuts til að vera með villumeðhandla. En rétt áður en við hættum, þá ætlum ég að taka bara 2 mínútna dæmi og þá var við erum með einhverja síðu og hérna einhver gögn sem komu og ef við kíkjum á þetta þannig að það til síða sem heitir apis.is og það sem hún gerir í raun að gefa svona aðgang, forritanlegan aðgang, svona API að fullt af opinberum gögnum. Þannig að það eru svona einhver gögn hérna og alltaf verið að bæta við. Algjörlega open source. Og eitt af þessu sem sagt Icelandic Television Schedules. Og það hérna á TV Roof til dæmis. Þannig að við förum hérna og opnum þetta. Þá þetta þjónustað sem skilar okkur JSON. Ég er með þetta svona extension sem gerir þetta svona snyrtilegt. En við skoðum hvernig þetta lítur út í raun og veru. Ok, eða ekki. Þá þetta í raun bara svona. Við fáum eitthvað bara gommu að texta sem JSON. Og þetta skilar okkur sem sagt, það einhver búinn að búa til forrit sem skreipar reglulega roof.is dagskrárvefinn og býr til svona gögn sem við getum unnið með. Þannig að þið sjáu það að taka þetta og að gera eitthvað svona sniðugt með þetta. Þannig að hérna erum við með dæmi sem gerir þetta. Þegar DOM content loaded, þá ætlum við að finna hérna data sem þessi hér og hérna höfum við þetta hlið gögnum sem til staðar á meðan að vera að hlaða gögnunum og svo búum við til svona XML HTTP request á urlið og síðan fyrir hvert stak sem kemur tilbaka hérna, þá tökum við parsum responseið, request.response, við tökum results og kallum í for each fyrir hvert. Þannig að það sem við fáum þá, ef við gerum hérna console log item og kíkjum, þannig að þá fáum við hérna hvern einasta stak sem og hvert stak á það við það að það partur af dagskránni á Roof og ef við opnum hérna þá sjáum við þetta bara og svo veljum úr þessu hérna hvenær þetta byrjar, titilinn og description og setjum það bara í nýja nóður og appendum því hérna með eitthvað results og svo þegar við erum búin þá hendum við hérna út öllu því sem til fyrir á undan og appendum results nóðunni við og þá fáum við hérna að við prentum bara titilinn og descriptionið á þessu og fáum í raun einhverju svona svo getum við þarna bara eitthvað hey, svo gerum við eitthvað fallegt útlit á þetta og getum skipt út sjónvarpsstöðum eins og við getum sett hérna stöð 2 þá allt við komið með dagskrá stöð 2 þannig að þetta svona þannig við komin út af því að einhver búin að búa til leið fyrir okkur til að lesa og nota þessi gögn þá getum við fyrir að gera eitthvað svona sniðugt og skemmtilegt við þetta og svo sem þetta ef við prófum hérna sjáum hérna að gera eitthvað vitleysu í slóðinni þá kemur hérna villa í tengingu þannig að þá brást ég við því hér í on error svo getum við prófað til dæmis ef við förum inn á hi.is segjum bara að það var eitthvað þar
og við prófum það, þá kemur villa í tengingu, en þá fáum við hérna á hi.is að það er no access control allow origin. Þannig að hi.is bannar okkur að sækja gögn, eða þau leyfa okkur það ekki, af því að default er í raun virkni svo að banna og við þurfum að leyfa það sérstaklega. Þannig að við getum ekki sótt nein gögn frá hi.is, sem er gott, af því að annars gæti fólk til dæmis verið að sækja einhver gögn sem ætti ekkert með að vera að gera og nota á öðrum vefjum. En þetta er allavega hérna að eiga samskipti með JavaScript. Þannig að við förum og prófum það í verkefni 4 síðan. En takk í dag!